Hello. Hi. Maybe you want to take it, please look at the wires. Yeah, I fold it like this. Okay. Okay. Thank you. See you tomorrow. Ok, velkomin allir, gleðan hvíldardag, gaman að sjá ykkur í dag. Já, við ætlum fyrst að byrja með að biðja bæn. Ok, sorry, sorry. Kæri Guð, takk fyrir að við erum allir hér í dag. Ég vil biðja að þú blessir okkur hér, allir sem eru hér núna, allir sem eru að horfa á netinu og fyrir þá sem gátu ekki mætt í dag, Guð. Ég biðja að þú blessir okkur og að þú takk fyrir að vera með okkur hingað til og takk fyrir þennan hvíldardag. Takk fyrir Guð í Jesú nafni. Amen. Ég ætlum að byrja að syngja með sálm númer 105, Immanuel. 102, kom þú nú Immanuel.
Skemmtilega, mjög góðu sálmur, hann er mjög flottur. Næst ætlum við að syngja sálmur 96, Heyrð þú himneska söng. Næst ætlum við að lesa hana ritningaversið sem er í Opinberarbók, kafli 14, 9-12. Svo reynum við að opna þetta hérna. Þá skal drekka hann fá að drekka óblanda vín af reiðskíðskálum Guðs og hann mun verða kvalinn í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp alda og þeir sem tilbiðja dýrið og líkneski þess, hver sem ber merki þess, mun enga ró hafa nótt og dag. Hér reynir á þolgæði hinna, heilu þeirra er hlýða Guði og trúa á Jesú. Við skulum biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þennan nýjan dag og nýtt tækifæri til að kynnast þér, betur og komast nær þér. Blessa alla sem eru hér núna, þá sem eru að horfa á netinu og þá sem gátu ekki mætt í dag. Þakka þér fyrir alla þessar blessanir þínar og fyrir að halda okkur öruggum hingað til. Ég bið að vera hvert einustu persónu hér og ég veit að þú munt vera með okkur því þú hefur lofað okkur það í Jesaja 41:10. Óttast ekki því ég er með þér, vertu ekki hræddur því ég er Guð þinn. Ég styrki þig og hjálpi þér og styð þig með sigrandi hendi. Í Jesú nafni, amen. Skulum gjafir. Já, 70, nei, við náttúrulega syngja sálminn 70. Mikill er miskunn þín.
ætlum við að taka gjafir. Það. Þess. Skulum biðja. Guð, þakka þér fyrir þessar gjafir. Ég bið á blessi þeim og að verði notað í þínum verk. Í Jesú nafni, amen. Amen. Sorry. Nei, áður en við syngjum barnasálminn, ég ætla að vera að kveikta á annað kerti hér. Ég er ekki alveg viss, þetta kom núna, en Alexandra ætla að koma og kveikja á annað kerti hér núna fyrir okkur. Já, Hei. Hei. Já. El otro, los dos. ¿Ya? Ok. Ég sé á Alice nei, sorry. Fyrst ætlum við að syngja barnasálmann. Bjartir yfir Betlehem. Stjärna
já, eins og ég ætlaði að segja, Alex átti að vera með barnasagan en hún ekki í dag, svo Elísa ætlar að segja það. Hvort það sé þörf á þýðingu, það er kannski þýðing aftast. Hafið þið heyrt orð sem heitir aðventa? Aðventa, já. Aðventa þýðir, sumir segja það þýði að við sem að bíðin eftir einhverju, en það þýðir í raun og veru að einhver sé að koma. Það er svona eftirvænting yfir því að einhver sé að fara að koma. Og núna er aðventu tími. Það er alltaf aðventa í desember, síðustu 4 vikuna fyrir jól. Og þá gerum við alls konar skemmtilega hluti sem að við gerum annars ekki. Eins og til dæmis var Alexandra kveiki á kerti, sumir kveiki á kerti, svona 1 kerti í hverri viku þangað til að jólin koma. Þá sjáum við, það er bara 2 vikur eftir til jóla. Sumir eru með jóladagatal. Ert þú með svoleiðis? Það heitir líka stundum svona aðventudagatal því við erum að telja dagana þangað til jólin koma. Því að það eru allir svo spenntir yfir jólunum. Á aðventunni erum við að bíða eftir jólunum. Hvað gerum við fleira? Sumir fara að skoða jólaskraut og jólaseríur. Þau eru að bíða eftir jólunum og skoða allar jólaskreytingarnar sem eru svo fallegar. Sumir baka jólakökur eða jólanammi til að borða eitthvað gott á meðan þau bíða eftir jólunum. Sumir þrífa húsin sín á meðan þau bíða eftir jólunum að gera húsin hrein og fín svo allt sé tilbúið og fallegt þegar jólin koma. Og hvað gerum við fleira á aðventunni? Sumir kaupa jólagjafir, undirbúa jólin. Allt sem við gerum í desember er einhvern veginn snýst það að undirbúa jólin og njóta aðventunar og gera allt tilbúið fyrir jólin. Og jólunum þá minnumst við þess að Jesú fæddist sem lítið barn, frelsarinn kom í heiminn. En hafið þið heyrt orðið aðventistar? Við erum aðventistar, 7. dags aðventistar. Af hverju notum við þetta orð í nafninu okkar, aðventa? Eru aðventistar alltaf að bíða eftir jólunum? Já, á hverju ári, en við erum að bíða eftir því að Jesú komi aftur, því að Jesú sagði að hann ætlar að koma aftur. Og þá segjum við, okkur finnst það svo mikilvægt að við ætlum bara að heita það. Fólki sem að bíður eftir því að Jesú kemur aftur. Og hvað gerum við til að undirbúa það að Jesú komi aftur? Gerum við alls konar. Við lesum í Biblíunni og biðjum til Guðs til þess að þekkja hann þegar hann kemur. Og við segjum öðru fólki frá því svo það getur líka verið tilbúið þegar Jesú kemur. Og við reynum að ekki bara þrífa húsin okkar, heldur reynum við líka að hreinsa hjartað okkar, að það sé tilbúið þegar Jesú kemur. Og hvað gerum við fleira? Við skulum kannski hugsa það, hvernig lifum við lífin okkar til þess að vera tilbúin þegar Jesú kemur aftur. Ok, takk fyrir þetta krakkar. Eigum við að hafa bæn? Þegar enginn er nálægt kerti? Kondi, Ester, þetta er falleg jólaljós. Góði Guð, takk fyrir það að við getum minnst þín á aðventunni, að við getum hugsað allt það fallega sem þú hefur gert og við getum beðið eftirvæntingu eftir jólunum. En myndu okkur á það sem er ennþá mikilvægara, það er eftirvæntingin eftir komu þinni þegar þú kemur aftur í skýjunum. Í Jesú nafni, amen. Nú ætlar Ósi að predika.
Good morning. Góðan daginn. Góðan daginn. Good morning. Good morning. Góðan daginn. Bom dia. Þannig að vera að tala portugalsku, ég skil ekki portugalsku. Bom dia is good morning. Or góðan daginn. Well, it's good to be here with you. Ég er glaður að vera hérna með ykkur. We're going to study about this subject today. Nú ætlum við að rannsaka þetta efni í dag. And it was reading here the first verse about that. Það var verið að lesa versið fyrsta sem hérna áðan, sem ég ætla að nota. I just trying to change here, just a minute. Oh no, it's thanks. Okay. It was not on. Það er ekki kveikt á fjarstýringunni. The most fearful, awesome, shocking language in the book of Revelation, it was what we read today. Isaac read today. Þetta sem er svona hræðilegt og ofboðslega sjokkerandi tungumál í Åpenbarabókinni er þegar það verið að tala merki dýrsins. And it describes how people that didn't serve God is going to be punished. Og það er verið að tala fólk sem þjónaði ekki Guði, hvernig því verður refsað. So we are going to study a little bit about that today. Þannig að við ætlum aðeins að rannsaka þetta efni í dag. And Revelation point out the following specifically. Og Åpenbarabókin, hún bendir á þetta alveg sérstaklega. Any person who receives the mark is going to be lost. Hver sá sem fær þetta merki dýrsins mun glatast. The majority of people on earth will accept this mark. Meiri hluti fólks á þessari jörðu munu taka við merki dýrsins. And the civil authorities, the government, will try to compel people to be so marked. Og yfirvöld munu reyna að þrýsta fólk til þess að fá þetta merki. It means that the government, like the Iceland president or first minister, Það er eins og forseti Íslands eða hvað er þetta, ráðherra, the president of the United States, eða forseti Bandaríkjanna, they are going to be together to force people to receive this. þeir munu vinna saman til þess að fólk fái þetta merki. And what will be your choice? Og hvert mun okkar val verða? God teaches in Revelation that all people on this earth are rapidly divided in two groups. Guð kennir í Åpenbarabókinni að allt fólkið á þessari jörðu er mjög fljótlega að fara að deilast yfir í tvo hópa. And then it's going to be the group of the people that serve God, Þannig að þá mun vera einn hópur sem að mun þjóna Guði and then people that is going to be following the beast that represents Satan. og svo fólkið sem mun fylgja Satan, dýrinu sem að merki þá Satan. And the people that follow God is going to receive the number of God and identify with him. Og þeir sem að munu fylgja Guði munu fá, hvernig segir maður þetta, og innsigli, ekki? Já, innsigli Guðs og þau munu einhvern veginn samsama sér Guði. And those who follow Satan, represented by the beast, will receive the mark of the beast. Og þeir sem að fylgja Satan, sem að merkir dýrið, að það fólk mun þá fá merki dýrsins. Tragically, unless a person knows for certain what the mark the beast is, Og því miður, ef að mannski veit ekki fyrir víst hvað merki dýrsins he is going to receive that mark without knowing.
þá mun þessi einstaklingur fá þetta merki dýrsins á þess að vita. So I ask you, do you know what's the mark of the beast? Þannig að ég spyr ykkur, hvert er merki dýrsins? Vitið þið það? If you don't know, anything less can cost your life. Ef þið vitið ekki, þá geti það gert að verkum að þið myndið týna lífin ykkar. So we are going to start today to identify what is the mark of the beast. Þannig að í dag ætlum við að rannsaka hvað er merki dýrsins. Since God lovingly sent us this special message to us, Þar sem að Guð í sinni elsku sendi okkur þessi merkilegu skilaboð til and okkar. Jesus wants us to know this message, and he told us in Revelation 1:3, Og Jesús vill að við vitum þetta og sagði okkur frá þessu í fyrsta kafla Åpenbararbókarinnar, versi 3. blessed is he that read it, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Sæll sá að les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það, sem í þeim er ritað, því að tíminn er í nánd. So Jesus is saying, blessed is the people that obey his word, the Bible. Þarna segir Jesús, blessað er það fólk sem að fylgir orði hans, Biblíunni. The beast of Revelation Og 13 þetta dýr í Åpenbararbókinni 13. kafla, what does beast represent in prophecy? hvað merkir dýr í spádómunum? And it's here, the fourth beast shall be the fourth kingdom. Og þar kemur fram í Danielsbókinni að fjórða dýrið mun verða fjórða konungsdæmið. So beast in prophecy represent kingdoms. Þannig að dýr í spádómlegri merkingu þýðir konungsdæmi. Governments or earthly ruling organization. Við bara ríkisstjórnin og þeir sem eru að stjórna á þessari jörðu. The beast comes out of the sea. In prophecy, what does water mean? Coming out of the water, coming out of the sea. Og dýrið kemur upp úr hafinu og hvað merkir það að koma upp úr hafinu í spádómlegri merkingu? The Bible answers to us. Og Biblían svarar því og segir, The waters are people, multitudes, nations and tongues. og þar stendur að vötnin eru fólk og fjöldi þjóða og tungumál. So the beasts come among people. Þannig að þessi dýr er að koma upp úr hafinu meðal Nations. fólks og meðal þjóða. So in prophecy, water represents people of the world. Og það þýðir að þetta þýðir bara fólkið í heiminum. And 9 points identify the beast. Og svo eru 9 atriði til þess að uppgötva hvað dýrið er. What are the 9 points that identify us so we know who is the beast? Og hvaða 9 atriði eru þetta? First, Fyrsta er, in the New Testament, the word dragon is found only in Revelation. já, til dæmis í Nýja testamentinu finnum við orðið dreki aðeins í Åpenbararbókinni. And is there used metaphorically of representing Satan. Og þar er verið að tala Satan, það þýðir sem sagt Satan. And it receives power, seat and authority from the dragon, the beast. Og dýrið fær, ég ætla að fara hérna í þetta, Åpenbararbókin 13, 1-2, þá sá ég dýr stíga upp á hafinu, það hefði, drekinn gaf því mátt sinn og hásætti sitt og vald mikið. So this power receives authority from Satan. Þannig að þetta vald fær mátt sinn frá Satan. And number 2, En númer 2, comes up shortly after pagan Rome falls. kemur stuttu eftir að heiðnaróm fellur. So this power that was going to reign is coming after the fall of Roman Empire. Þannig að valdi sem er að fara að koma kemur eftir heiðna Rómaveldið. And the Roman Empire is often considered to have fallen
476 AD. og hið heina Róm oft talið hafa fallið 476 eftir Krist. The year that the last Western Roman Empire, Romulus Augustus, was deposed. Það var síðasta árið sem að hinn rómverski keisari í vestur veldi Rómar, Romulus Augustulus, var, hvað þýðir deposed? What does it mean, Was deposed? taken off Hann var tekinn frá völdum. from power. Becomes a worldwide power. Og svo verður þetta að heimsveldi. And the Bible says, and I saw one of these heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Og svo segir í Åpenbarunarbókinni 13:3, eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. So it's Og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. the Bible says here that this power that came just after Roman Empire, Þetta vald sem kemur rétt og eftir hinnu Róm, hinna rómurska veldinu. it's all over the world. Og þetta út allan heim. And the world is going to be wondered after the beast. Og að öll jörðin mun fylgja dýrinu með undrun. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power is given him over all kindreds and tongues and nations. Og því var leyft að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá. Og því var gefið vald yfir sérhverju kyn, kvísl og líð, tungu og þjóð. So third is our world power. Já, þannig að þriði punkturinn að þetta heimsveldi. And the Bible says that he's going to reign for 42 prophetic months. Og Biblían segir að þetta veldi mun vera í 42 mánuði. One prophetic month is 30 days. Einn mánuður í spádómlegum skilningi 30 dagar. So 42 plus 30 is 1,260 days. Þannig að 42 sinnum 30 1260 dagar. And this power started in 538. Og þetta veldi byrjaði 538 eftir Krist. And in 1798 happened something that was deposed. Og 1798 gerðist eitthvað sem tók völdin frá þessu valdi. But the Bible says that this power also is guilty of blasphemies. Og Biblían talar líka að þetta vald sekt guðlast. And says in Mark 2:7, why do these men thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Í Markus Guðspjalli 2:7 segir, af hverju talar þessi maður guðlast, hver getum fyrirgefið syndir nema Guð einn? See, when people goes to say, I can forgive your sins, he's making blasphemies. Þannig að ef einhver segir, ég get fyrirgefið syndir þínar, þá hann að guðlasta. Unless I have done something against you, then I have to ask you forgiveness. Nema ég hafi gert eitthvað gegn þér, þá þarf ég náttúrulega að biðja að fyrirgefa mér. But if I commit a sin against God, only he can forgive me. En ef ég syndga gegn Guði, þá Guð sá eini sem getur fyrirgefið mér. 6. Nummer 6. Receives deadly wound which heals. Og fær þetta banasár sem læknast svo. This power is going to receive a dead wound, and it's in 1798, during the French Revolution, wars French troops under Louis Alexandre Berthier invaded Rome and captured Pope Pius VI, taking him as a prisoner to France, where he died in 1799. Þannig að árið 1798, þegar átti sér stað þessi stjórnarbyltingarstríð, þessi frönsku, þá kom þarna franskur hershöfðingi, Berthier, og fór inn í Róm og tók páfann sem hét Páfi Píus VII, tók hann til fanga og fór með hann til Frakklands þar sem hann dó 1799. And when this happened,
Og At that time in 1798, þegar þetta gerðist, þannig að 1798, everybody thought that was going to be the end of the Catholic Church. þá héldu allir að þarna var sem sagt, vald kaþólsku kirkjunnar alveg búið að vera. But the prophecy says au contrary. En spádómarnir segja allt annað. And the seven, to identify this, receives worship, it is a religion power. Og punktur númer 7, þetta vald tekur við tilbeiðslu, þetta trúarlegt vald. And the Bible says, and they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? And verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbiðja það, hver og einn sá eigi á nafn sitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsins bók Lambsins sem slátrað var. How many is going to worship them? Hvað margir að fara að tilbiðja þetta dýr? All that have not the name written in the book of life. Allir þeir sem hafa ekki nafn sitt ritað í bók lífsins. So it's a world power. Þetta heimsveldi. And if our name is written in the book of life, Og ef nafn okkar ritað í lífsins bók, we are not going to worship him. þá munum við ekki tilbiðja hann. 8. Persecutes God's saints. Númer 8 að ofsækja fólk Guðs. And it says, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Og því var leyft að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá. And we know very well that the Catholic Church persecuted and killed many Christians during many years. Og við vitum að kaþólska kirkjan drap marga kristna yfir langt tímabil. That's the reason that Pope Francis, Þess vegna sagði Francis páfi, he asked forgiveness for the Christians and say, forgiveness for the past persecution of the Catholic Church. hann bað mótmælendur og aðrar kristnar kirkjur að fyrirgefa fyrir ofsóknir kaþólsku kirkjunnar á þeirra hendur. So this power persecutes the saints. Þannig að þetta vald mun ofsækja hina heilugu. And also this power has a mystic number. Og þetta vald hefur líka númer, svona andlegt númer. And it is in Revelation 13:18. Here is wisdom. Let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of man, and his number is 666. Hér reynir að speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, því að tala manns það og tala hans 666. Revelation used the ancient custom of giving numerical value to official names or titles to help identify this power. Og Opinberunarbókin notar gamla hefð í að gefa einhverju talnavirði til einhvers sem með svona opinbert nafn eða titil til þess að hjálpa til við að skilja hvaða vald þetta And they have a title that it is called the vigor of the Son of God. In Latin, Vicarius Filii Dei. These names add up to exactly 666. Og megin titill biskupsins í Róm Vicarius Filii Dei á latnesku og það þýðir sá sem kemur í staðinn fyrir son Guðs, skila rétt eða representerar fer fyrir sinni Guðs. And so this is in the Bible. Og þetta stendur í Biblíunni. And let's see now, Vicarius Filii Dei. Við
skulum fara að reikna út þetta latneska heiti páfans, And the- Vicarius Filii Dei. And this is the value of each letter in Latin. Og þarna sjáum við latnesku tölustafina, Vicarius, Vicarius. and it comes to 112. Það reiknast saman sem 112, Filii, 53. Filii 53, Dei, 501. Dei reiknast sem 501. And that is their number, their title. Þetta titillinn. And if you don't count the letters of their title, we come to up to 666. Og ef að þú reiknar þetta, þá kemur niður á þessa tölu, 666. And that is prophecy in the Bible. Og þetta segir spádómurinn í We Biblíunni. Adventists are not inventing something. Við erum ekki að búa þetta til hérna hjá okkur aðventistunum. We are just preaching what is in the Bible. Við erum bara að predika það sem stendur í Biblíunni. And so if we want really to be in the side of God, we have to learn the word of God and live the word of God. Ef við viljum vera með Guð í liði, þá þurfum við að rannsaka orð Guðs og lifa samkvæmt því. Who gives the message of warning in Revelation? Hver að vara okkur við í Uppenbarunarbókinni? See what Jesus says. Hvað segir Jesús? Jesus says, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, veð því heilhuga og gjör yðrum. Note, this is a message of love from Jesus. Takkið eftir því að þetta eru skilaboð kærleika frá Jesú. There are many beautiful, sweet, loving Christians of the Roman community. Það mikið af yndislu og góðu fólki í rómversk-kaþólsku kirkjunni Who serve Jesus gladly and whom Jesus counts as his children. sem að þjóna Jesú að mikilli gleði og sem Jesús lítur á sem sín börn. So we're not saying against the people that are there that love Jesus. Við erum ekki að tala gegn fólkinu sem í þessari kirkju sem We are elska Jesú. We are just preaching what the Bible is teaching about the system. Við erum bara að predika það hvað Biblían segir varðandi þetta kerfi. This is not an attack to our Christian friends, Þetta ekki árás á okkar kristnu vini. but an account of the historical Roman religion system, which Heldur- has demonstrated so much power in ages past. Heldur frásögn af þessu sagfræðilega rómverska trúarkerfi sem að sýndi svo mikið vald sitt undanfarnar aldir. Thank God Jesus loved us enough to give us the gracious warning that we might avoid receiving the mark of the beast. Já, við þakkum Guði og að Jesús elskar okkur nógu mikið til að gefa okkur þessa viðvörun svo við getum komist hjá því að fá merki dýrsins. Praise the Lord. Lof sé Guði. What then is the mark of the beast? Og hvert þá merki dýrsins? What then is the mark of the beast? Hvað merki dýrsins? We shall allow the papal system to tell us what is the mark of his authority. Við skulum athuga hvað hið pápiska kerfi segir það hvað þeirra merki þeirra vald. They're going to answer us. Þeir munu svara okkur því. And they say like that. The following comes from the Catholic Record of London. Þetta kemur úr þessu blaði eða þessu bók sem heitir þetta. And they say, Sunday is our mark of authority. Sunnudagurinn merki valds okkar. The church is above the Bible. Kirkjan ofar Biblíunni. And this transference of Sabbath observance is proof of the fact. Og það að þessi heilarleiki af hvíldardeginum yfir á sunnudaginum sýnir að þetta rétt, að við höfum valdið. See what they say? Sjáu hvað að segja? The church is above the Bible. Kirkjan ofar Biblíunni. This is blasphemy. Þarna verið að guðlasta.
the Bible is the word of God. Biblían orð Guðs. So the church is above the word of God? Kirkjan þá ofar orði Guðs? No, no. Nei, But they are saying that the church is above the Bible. en þeir segja það að kirkjan sé æðri Biblíunni. And then they say, Sunday is our mark of authority. Og svo segja þeir þarna, sunnudagur merkið þess að við höfum þetta vald. And they say something else. Svo segja það líka annað. Are there other proof of the change? Og hérna segja, eru einhverju fleiri sannanir fyrir þessum breytingum? It is the Converse Catechism of Catholic Doctrine. Þetta kemur úr katekism sem svona kenningabók þeirra kaþólsku. In the page 50 they say, Á blaðsíðu 50 segja þeir, it is the Sabbath day. hver hvíldardagurinn? This is in their books. Þetta í þeirra eigin bókum. And then they answer, Saturday is the Sabbath day. Laugadagurinn hvíldardagurinn, segja þeir. But then they keep on saying like that. Og svo kemur önnur spurning. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Af hverju höldum við þá sunnudaginn heilagan en ekki laugadaginn? And they answer, Og þeir svara því, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. vegna þess að kaþólska kirkjan færði heilaleikan frá laugadegi yfir til sunnudags. So they are openly, they say what they have done. Þeir segja bara opinskátt hvað þeir hafa gert. But God doesn't change. The Bible is the same today and forever En Guð breytist ekki og Biblían alltaf svo sama because it's the Word of God. af því að hún orð Guðs. The papacy claims that it changed the day of worship from Saturday to Sunday, and that Sunday observance by the Word is sign of authority and power. Þannig að Páfadómur heldur því fram að hann náði að breyta heilaleika þessari tilbeiðslu frá laugardegi til sunnudags og að sunnudagurinn af það að allir heiminu sé að halda sunnudaginn heilagan merkir það að þeir hafa valdið til þess að breyta þessu. We summarize by saying God's mark or sign of power is Sabbath. Já, við tökum þetta saman með því að segja að Guðs innsigli eða merki hans vald hvíldardagurinn And Sabbath keeping. og það að halda hvíldardaginn heilagan. Why the beast sign of mark of power in religious matters is Sunday and Sunday keeping. Á meðan að dýrið og merki þess vald í trúalegum málum sunnudagurinn og það að halda sunnudaginn heilan. Many Catholic sources to numerous quote here testify to the change. Og við getum vitnað í mörg rit frá kaþólsku kirkjunni sem vitnar þetta. Did the papacy really change God's fourth commandment? Breytti Páfadómur fjórða boðorðinu þá? It's a good question. Can you answer? Getur það verið? Þetta góð spurning, getið þið svarað því? Did the papacy really change God's fourth commandment? Breytti Páfadómur fjórða boðorðinu? See what the Bible says for us. Við skulum aðtöku hvað Biblían segir það. No. Nei, The Bible says, and think to change times and law. Biblían segir og muni reyna eða hugsa sig að breyta bæði tímum og tíðum. He thinks. Hann einsetur sér það í hjarta sér en Nobody can change the word of God. enginn getur breytt lögmáli Guðs. But unfortunately, En því miður many religions today margir sem trúaðir í dag follow the change that the Catholic Church did it. Trúa því að kaþólska kirkjan hafi í raun gert það. Daniel 7 is a parallel prophecy to Revelation 13. Þannig að ef þið lesið Daniel 7 þá hann með hliðstæðu við 13. kafla Opinberunarbókarinnar. The message is clear. The papacy only thought they changed God's day of worship.
Þessi skilaboð eru mjög skýr að páfadómur reyndi að breyta lögum Guðs varðandi tilbeiðslu. The Sabbath of the four commandments is still binding. Sunday is not a holiday. Þannig að hvíldardagurinn í 4. boðorðinu ennþá í gildi og sunnudagurinn ekki heilagur dagur. What concern did God have in Ezekiel there? Og hvað áhyggjur hafði Guð á dögum Esekíels? Her priests have violated my law, and have hid their eyes from my Sabbath. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. That's in the word of God. Þarna stendur það í lögmáli Guðs. This í is orði Guðs. prophecy. Þarna spádómur. God knew that these things was going to happen. Guð vissi að þetta var að fara að eiga sér stað. This is still happening today. Þetta ennþá að gerast í dag. Many religious leaders say Margir trúarleiðtogar segja there is no difference between Sabbath and Sunday. það engin munur á milli laugardags og sunnudags. But God is still saying, En Guð segir samt ennþá thou hast despised my holy things and have profaned my Sabbath. og þið hafið þú fyrirlítir helgidóma mína og vanhelgar hvíldardaga mína. What did God say about attempt to change his law? Hvað sagði Guð það þegar fólk að reyna að breyta lögmálun hans? Was it possible? Það hægt? It's easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fail. Það auðveldara fyrir himinn og jörð að farast heldur en að einn stafkrókur falli úr lögmálinu. So, for God doesn't have any change, only for man. Guð breytist ekki, það aðeins mennirnir sem breytast. But those that believe in the Bible and the Word of God knows that we have to keep following God, not man. Og við sem að trúum að Biblíuna, við vitum það að við eigum bara að fylgja Guði en ekki mönnum. Popular churches are embarrassed. Og vinsæla kirkju verða fyrir smán. Virtually all churches admit in their official writings that there is no scripture for Sunday sacredness. Og í rauninni alla kirkjudeildir viðurkenna í þeirra opinberu ritum að það stendur ekkert í Biblíunum það að halda sunnudaginn heilagan. But they still keeping this Sunday as holy. Af hverju þá að halda sunnudaginn heilagan? Why? Af hverju? Because they are following the Catholic Church, not God. Af því að þeir að fylgja kaþólsku kirkjunni, ekki Guði. How the mark is received? Og hvernig fær fólk þetta merki dýrsins? Why does God command his angel to hold earth's final destruction? Af hverju segir Guð englum sínum að halda aftur af eyðingu jarðarinnar? Hurt not the earth till we have sealed the servant of God in their forehead. Vinnið ekki jörðinni grannt og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til við höfum sett innsigli á ennið þjóna Guðsvors. God is marking his people. Og Guð að vara fólki sitt við. And when he finished to mark his people here on earth, Já, Guð að setja innsigli á sitt fólk og þegar hann búinn að því, then he is coming back. þá hann að fara að koma aftur. Note, God is holding back the wasted destruction from the earth until his people receive his seal, sign or mark, which is his Sabbath. Já, Guð að halda aftur eyðingunni frá jörðinni þar til fólki hans búið að fá þetta innsigli sem þá hvíldardagurinn. Soon every person on earth will be in one of two groups. Bráðum verða allir á þessari jörði í öðrum hverjum hópnum. God's group with the Sabbath seal, Í hóp Guðs með innsigli Guðs or the beast group with his counterfeit Sunday mark. eða í hópi dýrsins með
sunnudags merkinu. And the Bible says, moreover, also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottin sá sem helgar þá. And verse 20, and hallow my Sabbath, and there shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottin Guð yðar. What is the sign? Hvert þetta tákn? That we belong to God? Að við tilheyrum Guði. What does the Bible say? Hvað segir Biblían? Can you answer me? What is the sign? Getið þið svarað? Það Keeping hvíldardagur. the Sabbath. Það að halda hvíldardaginn heilan. And they want you to keep the Sunday. En það mikill vilji fyrir því að þið haldið sunnudaginn. It's our choice. Og við höfum þetta val. And thanks God that you are here today because you have chosen God. Og við þakkum Guð fyrir það að þið eru hér í dag því að þið hafið valið það að fylgja Guði. So let's keep on. Who will receive God's wrath in the last day? Hverju munu fá reiði Guðs á hennum síðustu dögum? The Bible says, those who receive the mark of the beast. Þeir sem munu fá merki dýrsins, segir Biblían. And have you read in Revelation 15 and 16, all the wrath of God pouring down to this earth? Hafið þið lesið Opinberarbók 15 og 16 þar sem reiði Guðs kemur yfir jörðina? I want to be protected from that Ég because myndi- it's so terrible. Myndi gjarnan fá vernd fyrir því það svo hræðilegt. God's wrath contained in the 7 last plagues. Já, reiði Guðs að finna í síðustu 7 plágunum. Where is the beast mark placed on people? Hvar merki dýrsins sett á fólk? It says here, in their right hand or in their forehead. Annarkvort á hægri hönd eða á ennið. So do you think it's going to be a mark here on your forehead? Haldið að einhver muni skrifa þarna eitthvað merki á ennið á fólki? Hvað haldið þið? Let's see then. Skulum aðtöða þetta. The mark is not literal. Þetta ekki bókstaflegt merki. Remember, we are dealing with symbols. Hér við að eiga við táknmyndir. The forehead represents the mind with which we serve God. Og ennið, framheilakvelið, það sem að hugurinn og við notum til þess að tilbiðja Guð. And the hand is a symbol of man's work. Og höndin merkir verk fólksins. Those who accept Sunday observance willing are marked in the forehead. Þannig að þeir sem að játa sunnudaginn sem dag til að halda heilagan, velja það viljandi, þá fá þeir þetta merki á ennið sér. And those who agree to work on the Sabbath to avoid boycott or death are marked in the hands. Og þeir sem að samþykja það að vinna á hvíldardeginum til að komast hjá því að verða fyrir einhverjum refsi aðgerðum eða dauða, fá þá merki á hönd sína. Do people who now observe Sunday have the mark of the beast? Fólk núna sem að heldur sunnudaginn heila komið með þetta merki dýrsins á sig? Now, those people that keep this Sunday have the mark of the beast? Fólki sem að halda sunnudaginn núna komið með þetta merki dýrsins á sig? And that no man might buy or sell save he that had the mark. Og enginn geti hvorki keypt né selt nema hann hefði merki dýrsins. So, no one has the mark of the beast now. Þannig að það enginn komið með merki dýrsins núna. No one will be marked until the law forces a person to stop buying and selling unless he has the mark.
Það ekki fyrir en að fólk, þess að lög landsins þvinga fólk til þess að geta ekki keypt eða selt án þess að hafa merki dýrsins. So only when they force us and say you cannot buy if you don't worship on Sunday, then the mark of the beast is going to be in the people. Þannig að það verður ekki fyrir en það að vera að þvinga fólk með því að segja að þú getur ekki keypt eða selt nema þú tilbyðir á sunnudegi. When it becomes a major issue and people are forced to decide from either the mark of God or the mark of the beast, then those who work on Sabbath or observe Sunday as a holy day will be marked. Þannig að þeir sem að verið að þvinga til þess að þetta verður alveg meiri áttar spursmál og fólk þvingað til þess að ákveða sig þetta eða hitt, þá þeir sem munu sem sagt vinna á hvíldardögum og halda sunnudaginn heilagan, að þá munu þeir fá merki dýrsins. Sabbath breaking, however, even today is a very serious matter because it involves sin. En það að vanhelga hvíldardaginn þrátt fyrir allt, jafnvel í dag, mjög alvarlegt atriði vegna þess að það synd. Those who knowingly profane God's holy day now will lose their ability to think and see clearly and will end up in darkness. Og þeir sem að, can I find it in John 12:35? Yeah. Okay. Þá sagði Jesús við þá, skamma stund ljósið enn að meðaliðar. Gangi með þið hafið ljósið, svo að myrkrið hremmi ykkur ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. A test of loyalty. How does God decide who we serve? Próf trúmennsku. Hvernig ákveður Guð hverjum við þjónum? His servants you are, to whom you obey. Þið þjónar þess sem þið hlýðið. If we obey God, we are servant of God. Ef við hlýðum Guði, þá erum við þjónar Guðs. If we obey Satan, we are servant of Satan. Og ef við erum að hlýða Satan, þá erum við þjónar hans. God chooses to save everybody. Guð, hann velur að frelsa alla. The devil desperately wants all to be lost. En Satan vill að allir glatist. We choose whom we will serve by whom we obey. Og við veljum hverjum við þjónum með því að hlýða þeim sem við erum að þjóna. So I obey God keeping his Sabbath. Þannig að ég hlýði Guði með því að halda hvíldardaginn heilagan. That's how I show my loyalty to him. Og þannig sýni ég honum hliðhollustu. But some people say, no, I'm not keeping Sabbath, I'm not keeping Sunday. En sumir segja, nei, ég ætla ekki að halda hvorki sunnudaginn né laugardaginn heilagan. I don't care about this religion. I'm going to be neutral. Og þá segir einhver, ég ætla bara að vera hlutlaus og mér alveg saman allir þessi trúarbrögð. What does God say about that? Hvað segir Guð það? He that is not with me is against me. Sá sem ekki með mér á móti mér. There's no neutral position. Það ekki hægt að vera bara hlutlaus. If you are not with God, you are against God. Ef þú ert ekki með Guði, þá ert á móti Guði. God's people loving obey. Og fólk Guðs, það hlýðir honum af kærleika. What did the disciples say when facing a test? Hvað sögðu henni kristnu lærisveinar þegar þeir þurftu að horfast í augu við erfiðleika? They said, we ought to obey God rather than man. Þá sögðu þeir, framar ber að hlýða Guði en mönnum. And Jesus said, and then they worship me, teaching for doctrines the commandment of man. Og Jesús sagði líka til einskis tilbiðja þeir mig því þeir kenna kenningar sem að koma aðeins frá mönnum. How can I make sure I will not receive the mark of the Og beast? hvernig get ég tryggt það að ég fái ekki merki dýrsins á mig? If I keep the commandment of God Það bara að halda boðorð Guðs and I have the testimony of Jesus, og hafa vitnisburð Jesú. then I will not going to be in the side of the beast. Þá mun ég ekki vera í hópi
þeirra sem tilheyra dýrinu. In Revelation, we have the warning against receiving the mark of the beast. Og hérna í Åpenbarabókinni sjáum við stríðið gegn því að fá þetta merki dýrsins á sig. And they keep the commandment of God. Þeir halda hvílda lög Guðs. My faith in Jesus' indwelling presence is the key. Og já, það að trúa því að Jesús geti búið þið innra með mér er lykilatriðið. God's last warning message includes Og síðasta viðvörun Guðs inniheldur worship the Creator, which means I keep sign of mark of His creatorship, His Sabbath. það að tilbiðja skaparann þýðir að ég held tákn hans af því að hann skapari, hans hvíldadagur, hans And hvíldadag. Revelation 14:7 even quotes the Sabbath, the fourth commandment. Og ef við förum í Åpenbarabókina 14, Chapter 14, verse 7 quotes the fourth commandment. já, hérna stendur, já, í sem sagt 7. versi í 14. kapla Åpenbarabókina, þar einmitt fjórða boðorðið nefnt. Okay. God's last warning message includes this. Do not receive the mark of the beast, which means I must not receive and accept the devil's counterfeit sign of Sunday sacredness. Þannig að síðasta viðveru Guðs, hans skilaboð innihalda það að við eigum ekki að taka við merki dýrsins sem þýðir að við megum ekki taka við og samþykja þetta tákn sem svona eins og falsa tákn sem gerir það verkum að sunnudagur sé heilagur en ekki laugardagurinn. God gave us these two solemn warnings. Guð varaði okkur við þessu tvennu. What could be more sobering? It's clear that the person who receives the mark of the beast will be lost. Hvað getur við vakið okkur meira til umhugsunar? Það skýrt að sá sem tekur við merki dýrsins mun tapa sálu sinni. Are you serious about escaping hell's fire? Þér alvara að komast hjá eldum helvitis? Hell is really for the devil and his angels. Og helviti í raun fyrir djöfulinn og hans engla. Are you serious enough to obey all the 10 commandments? Þér alvara að halda öll boðorðin 10? Out of gratitude for your salvation. Vegna þess að þú ert þakklátur fyrir frelsun þína. As we recognize and accept God's grace, we must be crucified with Christ. And commandment keeping will come naturally. Þegar við könnumst við og tökum við náð Jesú, náð Guðs, við þurfum að vera krossfest með Kristi og þá munum við halda boðurinn hans á bara eðlilegan, kemur bara svona eðlilega fram frá okkur. So what I was saying for you today about this, Ég ætla að biðja ykkur að biðja fyrir þessu. I'm just saying to you because what is going to happen is going to happen very soon. Og ég að predika þetta vegna þess að þetta sem ég að segja hérna bráðum að fara að gerast. And we have to decide which side we are going to be. Og við þurfum að taka ákvörðun hvorum megin við ætlum að vera. This is the last things that's going to happen in this world. Þetta það síðasta sem mun gerast í þessum heimi. The Catholic Church is preparing to impose Sunday observation. Kaþólska kirkjan að undirbúa það að þvinga fram tilbeiðslu á sunnudögum. And they say that they are above the Bible. Og þeir segjast vera ofar Biblíunni. Then you're going to obey the church, not the Bible. Þá munu þið vera að fylgja kirkjunni en ekki Biblíunni.
So what is going to be our decision? Hvað munum við þá ákveða að gera? Because we have to be in the side of God, not man. Við þurfum að vera Guðsmegin, ekki þeim megin sem mennirnir eru. Are you really going to be in the side of God? Ætlið þið virkilega að vera í liði með Guði? Are you really going to be saved by Jesus? Munuð þið vera frelsuð af Jesú? The last day is going to be a horrible time for us. Þessir síðustu dagar munu vera afar erfiðir. They are going to persecute us. Við munum vera ofsótt. They are going to push us and try to forbid us to buy and sell. Og það við vera fyrir þvingunum og okkur mun vera bannað að kaupa eða selja. But today we have to take our decision. Where do you want to be? En í dag þurfum við að taka ákvörðun hvar við ætlum að vera. With Jesus or with Satan? Vera með Jesú eða með Satan. What is your decision? Og hvað ætlað þú að velja? God bless you. Má Guð blessa ykkur. Takk Ási fyrir að predika. Ég held að við getum allir lært eitthvað frá þetta. Nú ætlum við að syngja sálnúmer 159. Sem hérna. Þess von brenn heitt. Trúarvissu von 159. Dear Heavenly Father, Kæri himneski Faðir, we are so thankful for your truth, við erum þakklátt fyrir sannleikann for þinn, your word, fyrir orðið þitt. because we know that you are coming back to take us home. Við vitum að þú ert að fara að koma og taka okkur heim. But before that, we know that we are going to have probations. En áður en það mun vera erfiðleikar. But we want to be faithful to you. En við viljum vera trú þér. Please bless each one of us. Viltu blessa einn og sérhver okkar hér? Give us the strength. Gefðu okkur styrk. Give us your power. Gefðu okkur mátt. Give us your Holy Spirit Gefðu þinn heilaga anda. so that we never go back, Svo við snúum aldrei við. but with our eyes open toward heaven. Að við mættum vera með augun, beina augum okkar til himins. Our faith can be stronger and stronger, Megi trú okkar vaksa í styrk. waiting our Savior to come and to take us home. Og við það býða við að okkar frelsarar koma aftur til að taka okkur heim. Please bless each one of us. Viltu blessa eitt og sérhvert okkar Bless our family. og blessaðu fjölskyldunar I okkar. pray in Jesus' name. Ég bið í Amen. Jesú nafni. Amen. Amen.